Það er mér mikil ánægja að ávarpa ykkur hér í dag á þessum mikilvægu vettvangi. En þetta í annað sinn sem við komum saman undir þessum formerkjum til að ræða eina af brýnustu áskorunum samtímans. Ofbeldi og birtingarmyndir þess, afleiðingar og leiðir til úrbóta. Það er ánægjulegt að sjá hér í salnum svona fjölmennan og breiðan hóp ólíkra starfsstétta sem er til marks þann áhuga, ábyrgð og vilja til raunverulegra breytinga. Það er mjög dýrmætt að geta miðlað þekkingu, reynslu og sýn þvert á stofnanir og fagstéttir, því ofbeldi er ekki einangrað vandamál sem tilheyrir einni stofnun, einni starfsgrein eða einu kerfi. Umræða í fjölmiðlum á undanförnum misserum hefur varpað ljósi á einstök mál sem hafa hreyft djúpt við samfélaginu. Slík umfjöllun gegnir mikilvægu hlutverki, hún rýfur þögn, hún kallar fram ábyrgð og minnir okkur ekki síst á að öryggi er ekki sjálfgefið. Það krefst markvissra vinnu stjórnvalda til að tryggja öryggi almennings. Ofbeldi er náttúrulega, eins og við höfum rætt hérna, viðamikið samfélagsmein sem hefur fylgt okkur, held ég, bara alla tíð. En þó að það hafi fylgt okkur, þá er ekki þar með sagt að við viljum sætta okkur við það og sætta okkur við að þetta sé bara til staðar. Við getum gert ýmislegt til að vinna gegn því og í þeirri viðleitni var boðað til þessa landssamráðsfundar og náttúrulega bara sérstaklega ánægjulegt að sjá alla þá frábæru sérfræðinga sem hérna eru samankomnir til að læra, til að tala saman, til að skoða hvernig við getum notað þá þekkingu sem hefur skapast víða til að finna lausnir. En ofbeldi er ekki bara eitthvað eitt fyrirbæri. Ofbeldi er viðamikið fyrirbæri og hefur óhemju margar birtingarmyndir. Þolendakönnun eru upplýsingar sem að lögregla safnar árlega og við erum í rauninni búin að safna með reglubundnum hætti frá því 2007. En ég ætla að nota gögn frá 2017 og eða 2019 til 2025. Þegar við skoðum þetta svona heilt yfir og bara sem tökum öll ofbeldisbrot saman, þá sjáum við að 7% Íslendinga upplifa ofbeldi árlega, einhverja tegund. Sem þýðir að þetta 20 til 30.000 manns kannski á hverju ári. En til að fara kannski svona taka þá aðra nálgun á þessu gögn, þá hef ég líka skoðað tilkynnt brot í gögn og lögreglu. Og þá erum við komin í rauninni á allt annan stað og við erum að nálgast gögnin með allt öðrum hætti. Þá erum við að skoða í rauninni það sem er lagalega skilgreint sem ofbeldi. En svona til að útskýra þess, þegar við horfum á gögn lögreglu, að þá sjáum við hérna, eins og ég sagði áðan, að þá sjáum við verulega fjölgun tilkynninga. Og ég hef alltaf viljað tala um þetta sem gríðarlegan árangur lögreglu. Lögregla hefur lagt gríðarlega áherslu á það, á málaflokkinn og þá sérstaklega ofbeldi í nánum samböndum, heimilisofbeldi og svo yfirleitt talað um. Og ég held að, og við sjáum merkjum það í gögnum lögreglu, í þolendakönnun, að það er að aukast tíðni tilkynninga, þannig að það eru fleira tilkynna og það er árangur af því við viljum fá málin upp á borðið til að geta byrjað að vinna með þau. En þó að við séum að segja að kannski er raunaukningin ekkert svona mikil í svona heildarfjölda ofbeldisbrota, þá er það sannarlega þannig að við erum að sjá aukningu í alvarlegri brotum. Þannig að þó að svona heildin sé kannski ekki að breytast, að þá sjáum við það og við sjáum til dæmis sérstaklega við horfum á það sem fellur undir 218. greinina. Ég er búin að fella saman hérna bæði fyrstu og öðru málsgrein, að við sjáum verulega mikla aukningu. Og við sjáum líka þó þetta séu mjög lágar tölur sem betur fer, þá eru manndráp mjög sjaldgæf á Íslandi og tilraunir manndráps mjög sjaldgæf, að þá erum við að sjá mikla breytingar núna síðastliðin 5 ár. Og ef við spáum bara að skoða þannig manndrápstölurnar, þá er þetta tvöföldun á milli tímabila. Aftur bara þetta eru mjög lágar tölur og hluti geta breyst hratt, en þetta eru ekki góðar vísbendingar. Þannig að það er alveg sannarlega verk að vinna. En ef við skoðum aðeins nánar hverju þá líka fjölda grunara, þá sjáum við að þetta eru 2000 manns, 2100 einstaklingar sem eru grunaðir ofbeldisbrot á hverju ári. Náttúrulega eðli málsins samkvæmt, þá eru það færri í kynferðisbrotum heldur en í ofbeldisbrotum, en svona samtals er þetta rúmlega 2000 manns. Og yfir 2000 einstaklingar eru grunaðir ofbeldi árlega og mikill meirihluti þeirra eru karlmenn og flestir eru á aldrinum 26 til 35 ára.
Það kannski óhætt að segja að flestir upplifa áfall einhvern tímann á lífsleiðinni og takast á við erfiðleika bara hluti af því að byggja upp ákveðna seiglu við erfiðum verkefnum sem lífið hefur upp á að bjóða. Þannig að við erum með innbyggt viðbragðskerfi sem virkjast þegar við upplifum ógn. Þannig að við skynjum ógn sem sendir skilaboð til amygdalunnar sem sendir svo boð í heilastofninn og losar þá boðefni sem virkjar þetta streitukerfi, fight, flight, freeze, sem kannski margir kannast við, eða flótta, flýja, berjast. Svo þegar hættan er að fara að líða hjá, þá koma skilaboð til framheila sem sendir aftur skilaboð til amygdalunnar að við róum okkur niður. Ef svona klassískt dæmi kannski ef einhver svínar fyrir okkur, þá er mjög líklegt að þetta kerfi kikkar inn og þetta getur gerst bara mjög snöggt. Því að það oft þannig bara, það bara einn gluggi og þá eins gott að grípa hann og börn eins og ég skildi og skynjaði þetta þegar ég var barn. Ég skynjaði þetta ekki eins og þegar ég var eldri. Upplifum ég þegar ég var yngri, hún endurspeglaði ekki tilfinningum minn á þeim tíma. Það ekki fyrir ég var orðin eldri sem ég sé alvarleika málsins. Og ég bara velti fyrir mér að því ég var með þessa mynd hérna sko, ég 11 ára gamall þegar ég tekin út úr mínu nærsamfélagi frá fólkinu sem að ég taldi að elskaði mig og myndi styðja mig og allt þetta og mér bara komið fyrir einhvers staðar. Barnahús veitir fjölbreytta þjónustu fyrir börn sem hafa sætt ofbeldi, meðal annars rannsóknarviðtöl, læknisskoðun, sérhæfða greining og meðferð og börn eru vísað í sérhæfða greining og meðferð af barnaverndarþjónustu og meðferðin sem getur verið bara ýmsum toga, meðal annars við erum að bjóða upp á fræðslu stuðning, hugræn atferlismeðferð og líka áfallamiðuð meðferð. En fjölskyldumiðuð hugræn atferlismeðferð, á ensku heitir þetta Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy, meðferð sem hófst í Barnahúsið í fyrra, á þessu ári, janúar 2025, afsakið, já. En þar eru við að vinna með forsjáðaraðila sem hafa beitt líkamlegu eða andlegu ofbeldi og barnið líka fær aðstoð til þess að vinna úr ofbeldinu sem barnið var fyrir og fjölskyldan líka fær hjálp við að brjóta vítahring ofbeldis og finna sátt og tengjast. En í okkar hópi þá eru flestir sem eru inn í fangelsónum og þeir hafa langflestir orðið fyrir áföllum og kerfið hefur ítrekað brugðist þeim, þeir hafa fallið milli kerfa og þeir í raun og veru treysta engum. Á sama tíma þessi hópur þannig að hann telur sig vera ekki hafa gert neitt rangt í langflestum tilfellum og sér enga tilgang til að sækja sér þjónustu og hann ekki að biðja aðstoð á okkar mati. Hvað þarf til þannig að endurhæfing og meðferð bara nái bara betur til þeirra sem Agnar og Guðmundur Ingi voru hér að nefna og þeir hafa verið að vinna með til þess að fá fólk til að breyta hegðun sinni, sjá að það sé kannski bjartara eða möguleiki á einhvers konar öðrum lífstíl. Sko, ég myndi segja að við þurfum náttúrulega fleiri sérfræðinga inn í fangelsin og meiri mannauð. Við þurfum öflugari vímuefnaúrræði. Við erum með einn meðferðargang í öllu kerfinu sem nær ekki annað eftirspurn. Við erum ekki með sérstök meðferðarúrræði fyrir konur og þeim fer fjölgandi núna í afplánun. Við þyrftum að gera það eftirsóknarverðara að vera edrú í fangelsi og þegar að fólk kemur til afplánunar það sé þá gerð með þeim svona markviss áætlun. Við eigum í rauninni að vera að gera það en við höfum ekki náð nógu vel utan það bara þar sem við erum að fá til að sinna því. Fyrsta lagi varðandi forgangsröðun að þá það þannig mitt eins og nefndir hver hættulegur, hvenær verður hættulegur og þá fer maður að hugsa það aðilinn sem beitir alvarlegast ofbeldinu eða beitir oftast en vandamálið líka þú veist við erum með hættulega einstaklingu út í samfélaginu sem eru hættulegir af því að þeir fá ekki þá þjónustu sem þeir þurfa að fá. Þú verður hættulegur ef þú ferð ekki úrræði sem þú þarft á að halda. Mér finnst svona eitt af því stærsta hlutverki sem ég að fást við í mínum störfum, í mínum sálgæslu samtölum, einmitt það sem að Sólveig kom svo vel inn á í fyrirlesturinn sínum. Það að svipta skömm
valdi sínu. Því að hún fái hún að verða svona það sem maður myndi kalla svona eitruð skömm, að þá mun hún halda áfram að eitra fyrir einstaklingin í eigin lífi og í lífi annarra. Þannig að mitt hlutverk að skapa farvegi mitt þar sem að einstaklingur fær að ávarpa og tækifæri til að vinna með eigin reynslu heim, bæði ofbeldi sem að hefur orðið fyrir, eins og ofbeldi sem að hefur beitt. Mín reynsla sú að flestir sem sæta nálgunarbanni virða bannið og hætta háttseminni, líka eftir að nálgunarbann rennur sitt skeið. Og þetta afar ánægjulegt að upplifa fyrir okkur sem að vinnum að þessum málaflokki og undirstrikar það hversu áhrifaríkt og gott úrræði nálgunarbanni Allir sem hafa komið að því að innleiða og framfylgja nálgunarbanni, svo sem löggjafinn, lögregla, ákærendur og fleiri aðilar mega vera stoltir af því hversu vel úrræðið að virka, sem fyrst og fremst afrakstur góðrar löggjafar og fagmennsku við framkvæmdina. Nú, hvað réttlæti í hugum þolenda? Þetta hefur nú verið svona í auknum mæli held ég í umræðinni, svona aukin vitund þetta. Þetta skiptir virðingin ofsalega miklu máli, þessi komið fram við þolanda virðingu, að viðkomandi fá tækifæri til að veita og fá upplýsingar meðferð máls, í hvaða svo sem farvegi það hvort að það sé óformlegum farvegi eða formlegum. Nú hafa rödd að þolandi fái að segja frá því sem gerðist með eigin orðum og að viðkomandi fái tækifæri til að hafa eitthvað það að segja, hvernig staðið að meðferð málsins og aftur þá sama á hvaða vettvangi það Og svo það viðurkenningin, þessi langþráða viðurkenning sem nú ekki endilega, ekki sjálfsögð, allavega í kynferðisbrotamálunum, að hlusta sig á frásögn þolanda og henni tekið alvarlega og trúanlega. Réttlæti lítur mismunandi út fyrir mismunandi þolendum og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að tökum svolítið með því, en það sem ég heyri svona oftast í þessari umræðu einmitt ábyrgðin, að gerendur taki ábyrgð. En það sem að við getum auðvitað ekki þvingað fólk til að taka sérstaklega ábyrgð, að þá finnst mér líka mikilvægt að skoða til þess að sérstaklega fyrir fólk sem kærir, að öll sem koma að málum brotaþola í gegnum kæruferlið eða ferlið sjálft á einhverju leyti, að það sé að hlusta, það sé að taka mark af þolandanum og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að þau finni til ábyrgðar. Vegna þess að ef eitthvað fer úrskeiðis í meðferð málsins í réttarvörslukerfinu eða einhvers staðar annars staðar, þá getur það skilað sér í að þolandinn sjálfur ber þungan af því og fær ekki réttláta málsmeðferð. Sko, stóra breytingin í okkur, ég styð stafrænt ofbeldi algjörlega með það klárlega breyting. Við greinum klárlega það að ofbeldi, því að fólk sem ég hef vunnið með einhverju leyti í 30 ár, við höfum alltaf verið með ofbeldi inn í skólum. Það var bara mikið ofbeldi í Breiðholtinu þegar ég kom það 98. Það bara var ekki mikið sem fór upp í loft það. Breytingamyndi núna sem við greinum það að við erum að greina ofbeldishegðun fyrir hjá krökkum. Það er að koma fyrir inn hjá okkur að þegar maður var að byrja í þessum bransa hérna, þá voru verkefnin okkar 12 til 16 ára unglingar að stærstum hluta. Við erum miklu fyrir, við erum að lenda í atvikum alveg á leikskólastig sem við verum vitna. Landspítalinn eins og þið bara vitið öll, hjartað og lunga svolítið í samfélaginu og sveiflast mjög mikið með því sem gerist bara út í íslensku samfélagi á landsvísu. Og við veitum mjög öfluga og sérhæfða áfallameðferð á Landspítalanum og hluti af áfallateymi Landspítalans svokölluð móttaka heimilisofbeldis sem tekur á móti þolendum í nánum samböndum. Og þessi móttaka hún staðsett á bráðamóttöku Landspítalans og þjónustar alla þolendur ofbeldis í nánum samböndum á landsvísu og á að vera svona ráðgefandi fyrir heilbrigðisstofnanir á öllu Íslandi. Bara það ofbeldi sem í gangi hverju sinni það á við fatlað fólk. Þannig hefur það verið í gegnum söguna og kannski miklu meira en við höfum þorað að viðurkenna. Og þarna hópur sem oftar miklu berskjaldaðri heldur en aðrir hópar, kannski samanborið við það sem þú varst að nefna, aldra fólk og innflytjendur. En ég held að það sé kannski ekkert ný birtingamynd eða breytt birtingamynd nema kannski það að við erum farin að kannski gefa því gaum að þetta sé í gangi. Það hefur verið svona kannski mikill ótti við að þora að segja það upphátt að þarna sé mjög jaðarsettur hópur
sem beittur mjög miklu ofbeldi. Eðli ofbeldis í nánum samböndum ávallt í grunninn það sama og það kúgun, ógnarstjórnun og einangrun og hverjar sem birtingamyndirnar eru og helsta áhyggjuefni hér í dag náttúrulega að slíkt ofbeldi ekki að minnka. Það eru komið upp nýjar kynslóðir að beita sama ofbeldinu með sömu einkennunum. Vissulega sjáum við nýjar aðferðir poppa upp og vissulega stafræna ofbeldið sem í rauninni alltaf að þróast, alltaf að breytast, við þurfum alltaf að vera á tánum og það erum við ekki. Við erum ekki að tryggja öryggi þolenda sem að verða fyrir stafrænu ofbeldi. Við erum ekki skrifa á undan, við erum mörgum kílómetrum á eftir. Kerfin eru ekki að bregðast rétt við og framlínan ekki nógu vel upplýst. Þá segir sig sjálft skortur á þverfaglegu og kerfisbundnu samráði. Það þarf samræðendari vinnubrögð land allt, stuttar boðlegir lykillinn. Eigum að vinna meira samhæft áhættumat, þurfum að geta sest niður saman og meta hættulegu málin. Verklagsreglur sem ekki að virka fyrir þolendur. Í kerfisbundnum samráði að skoða það að samræma alla verklagsreglur svo það tali saman, allir ferlar og verklag. Svo það voru nokkrir þættir, annars fræðsla, það var sammerkt og það þarf meiri fræðslu bæði til ungra krakka, við þurfum að byrja á krökkunum, fræða þau hvað ofbeldi, það þarf líka fræðslu til fagaðila, við sem fagfólk þurfum líka að vera duglegri að leita ráða hjá öðru fagfólki, fjarlægðir á milli staða, í okkar umdæmi til dæmis aflið með þjónustu, það rætt það að það stutt á milli staða þar sem aflið býður upp á þjónustu. Það kom vel fram á okkar vinnustofu að brot í nánum samböndum og eða fjölskyldum geta verið flókin tilfinningalega og spanna yfir langan tíma og að það sé rík tilhneiging meðal eldra fólks að gera lítið úr eigin vanda og bera ekki sín mál á torg. Það voru 2 atriði sem eru nokkuð einsæðar að segja að það var talað forvarnir. Hvað erum við búin að tala forvarnir í marga áratugi? En á einhvern hátt forvarnir og þá komum við ábendingu það að fara aftur í íslenska módelið. Komin kannski tími til og getum við hugsanlega nýtt okkur það á einhvern hátt. Svo kom fólk eftir á þegar það var búið að loka mælendaskrá. Og þá var það hvernig tölum við við tölum í raun og veru niður drengina og hvaða orð erum við að nota. Til dæmis eins og núna í Bakkakotsmálinu þá verið að tala fóstur og fósturheimili og fósturbörn og það taka það öll til sín. Við þurfum að gæta varúðar þar. Fræðsla skiptir höfuðmáli en ég held að ég svolítið fastur í því að við þurfum að vinna saman. Ég þurfum að draga svolítið marga að. Ég meina auðvitað skóli, foreldrar og tómstundarstarf. Ég held að þetta sé kannski í grunninn og síðan að því að þetta auðvitað þessi stendur krökkunum næst þegar við tölum unga aðila. Og síðan það auðvitað ríki og sveitarfélag sem þurfa að koma að þessu. Já, ég get tekið bara heilshugar undir þetta og auðvitað efast ég því miður að við getum útrýmt ofbeldi en við getum hins vegar telja útrýmt skömminni sem að risa þáttur í mörgum af þessum svona alvarlegustu og erfiðustu málum sem við erum að fást við. Við erum mjög uggandi yfir þessari miklu ofbeldisumræðu talandi gerand og þolendur þegar börn eru bara lítil og það hefur komið hér upp í fréttum umræðu þar sem bara það hefur verið að tala refsingar og það hefur verið í skólakerfinu það þurfi bara aukna öryggisgæslu og svo framvegis. Þannig erum við algjörlega á rangri leið. Grunnurinn að því að fyrirbyggja og að veita aðstoð alltaf að greina þarfinnar. Greina hverjar eru þarfinnar þeirra sem að verða fyrir ofbeldi og þeirra sem að eru gerendur. Ég kalla þetta vá vegna þess að ofbeldið og afleiðingar þess geta haft svo rík og stór áhrif inn í líf fólks og lífsgæði fólks til framtíðar. Ég trúi því að það sé það allra mikilvægast að það að geta unnið saman að þessu. Ég held að það sé engin ein stofnun sem að mun redda þessu og við erum auðvitað 400.000 manna samfélag en við erum orðið ansi flókið samfélag. Og ég held að þess að það sé mikilvægt að við getum einhverju leyti brotið upp það sem þarf til að geta deilt upplýsingum. Að við þurfum að miða, held ég, nálgun okkar við áföll. Ég held að áföll sé eitthvað sem við þurfum að horfa á. Hvaða áföll verður einstaklingu fyrir og hvernig getum við meðhandla þau. Ég held að við þurfum að hafa svolítið fókus á áföll.
Ég vil þakka öllum sem að komu hér saman í dag, öllum þeim sem að héldu erindi, viðmælendum, öllum sem tóku þátt í pallborðum, bæði frá lögreglunni, frá sveitarfélögum, frá heilbrigðiskerfinu, fjölbreyttum fulltrúum frjálsra félagasamtaka, fræðafólki, þingmönnum og fulltrúum lykilstofnana, auk allra þeirra sem hafa verið með okkur hér í dag, bæði hér á staðnum og í streymi. Þið, hvert og eitt, táknið í rauninni það þverfaglega samtal og samstarf sem algjört skilyrði fyrir því að við náum að tryggja nauðsynlega vakningu, viðbrögð og valdeflingu til þess að bregðast við ofbeldi og afleiðingum þess og þannig stuðla að enn öruggara Íslandi.